Velkomin í CCQ-stundin. Í dag höfum við fært okkur yfir í Sóm og við ætlum að spjalla aðeins við Einar Bjarnason, gæðastjóri Limtri. Einar Bjarnason, velkomin. Takk fyrir það. Það var komin hingað. Takk fyrir að taka þátt í CCQ-stundin með okkur. Í dag ætlum við nýta okkur fjárbúnað til að spjalla saman. Önnur bylgja af COVID-19 í gangi og því fylgja hertum reglum sem við þurfum að sjálfsögðu og hlöðum og tökum ekki neinar óþarfa áhættur í því. Einar, þú ert sennilega ein af mínum elstum notendum enda má reyka samstarfi okkar til 15 ára tilbaka eða allt frá tímanum frá Fókal yfir í CCQ. Þið voru ein af þeim fyrsta sem færðu okkur yfir frá Fókal yfir í CCQ og ég veit að gæðastarfi ykkar stórt og mikið. Vildu kannski byrja með að segja hlustendum frá hvernig starfsemin og gæðastjórnarstarfi ykkar uppbyggt? Já, þú sjálfsagt. Við heitum þetta Limtri Vínandi í dag og við heita Limtri þegar við byrjum með þessum samstarfi við Fókal. En við erum fyrst alveg framleiðslufyrirtæki sem þjónar byggingariðnaði í dag og erum byggð samt á gömlu rótgrónu fyrirtækjum sem Limtri á Flúðum, rannandi Limtri Spita og svo Virneti í Borgarnesi. Við sameinumst BM alla í nokkur ár en slitum því samstarfi í hruninu og erum í dag með 3 starfsstöðvar, aðalskrifstofa Hönnunardeildir Reykjavík, söluframleiðsludeildir í Borgarnesi, þar sem við framleiðum klæðningar, járnabindingar, bliksmiðjur og margar deildir. Og Flúðum erum við með 2 verksmiðjur og framleiðum límtri og einingar. Gamla límtrið var á sínum tíma með ISO 9001 og við keyrum ennþá á þeim ferlum og handbók og rauninni vinnum eftir ISO 9001. En erum ekki vottaðir þar í dag. En það stefnt að taka hann inn aftur næsta ári. Og eins umhverfisvottun og öryggisvottun á stefnuskránni. En meginkrafturinn hjá okkur, af því við erum með framleiðsluvörur og það er alltaf meiri og meiri kröfur CE-vottun, að meginkrafturinn liggur algjörlega að votta framleiðsluvörurnar eftir og fá CE-vottun á þær. Við erum með CE-vottun á Limtri-framleiðslunni og við erum að vinna á fullum þunga núna og það er mín megin vinna í dag að fá CE-vottun á framleiðslu steiningarreininga. Og síðan að klára CE-vottun á öðrum framleiðsluvörum í Borgarnesi, eins og klæðningar, stoðir, kröfurnar og ferlarnir sem er notað í kringu þessar vottanir. Þar eru bara einn kaflinn í ISO 9001 og það þarf oft ekki mikið til að loka svo þeirri vottun þegar að því kemur til að klára ISO 9001. Þannig að við höfum rauninni, þetta svolítið bara eiginlega pússun á handbókinni til að fara svo í ISO 9001 vottun. En ég svo sem vildi fara fyrir ISO 9001 vottun, það var bara ákveðið að stjórnfyrirtæki þess að CE-vottun væri númer 1, 2 og 3 og við svo sem tek alveg undir það í dag að við erum meira og meina að senda inn vottunarskírteinin okkar þegar við erum að bjóða í verk, þannig að fáum við bara ekki að vera með. Ég skil. Þegar þið fór sem sagt yfir frá Fókal til CCQ, þá til tvenns konar leiðir, annarkvort færir man eldri bókin yfir eða svo byrjar man upp á nýtt. Og man getur kannski segja að báðar leiðina sé jafngóðar eða mismunandi kostur og göllu með því. Hvaða leið fóruð þið og hverju voru þessa leið fyrir valin? Ég var svona pældi heilmikið í þessu Ég tók á endanum tók svolítið að blandaða leið. Ég var náttúrulega skipuleggja kerfið alveg upp á nýtt. Það er kaflarnir, efnisyfirleitir sem voru í gömlu bókinni og ég er búinn að vanna allir orðnir vanir og þekktu. Og náttúrulega arfleið þess tíma þegar voru með þetta á pappírsformi, það voru kaflarnir og efnisyfirleitir var eiginlega handbókin Þannig að það tók smá tíma og allavega hjá mér töluvert átak að venjast í að hugsa þetta svolítið öðruvísi. En í dag þetta bara miklu betra og bara miklu betra módel og miklu lógískara, svona eftir að sjá, miklu auðveldara að vinna í handbókin þegar menn gátu slitið sig út úr gamla efnisyfirleitinu. Við áttum náttúrulega texta náttúrulega og myndirnar í gamla kerfum, það var bara copy-paste svolítið. Svo vorum við mikið af vísíuferlum sem náttúrulega passaði mjög vel í þetta kerfi. Og þegar búið að stilla af CCQ-kerfið, þegar við vorum búin að því, það fór ég að mesta vinna eiginlega í það. Setjum samþykktir og ritstjórnarhópana og allt svona og ákveða skipulagið. Það gekk þetta bara alveg rosalega rætt fyrir sig. Og þá nýtti ég líka tækifæri til að laga til og bæta fullt af stöðlum og ferlum. Þetta var bara
mjög ánægjulegt ferli. Þú nefnir hér vísjuskjöl og geymsla og som sagt frumriti. Ég býst að att man blir annað til kort mynd eða man setur það som sagt sem PDF sem viðhengi. Ég heyri svo ofta að man að geyma þessa vísjuskjöl á intranetið. Hvað þín skoðun á því? Hvernig geymir þú vísjuskjölin hjá ykkur? Ég byrjaði aðeins þannig en ég algjörlega 100% allt inn í CCQ í öðru. Það bara, hittgeymsmin alveg galið. Það átt að geyma það tvöfalt og það strax hann að missa út rétta útgáfu og pluss þá oft finnur hann ekki. Og sérstaklega ekki aðrir. Þá þetta bara einu stað og allir vita hvað þetta er. Og það er ekkert mál að venja menn á þann vega að ef þið breyta vísjóðstjöluna vistu það aftur inn. Eina staðin sem við vistum vísjóðstjöl á í tölunum það bara inn í download-löpunum sem svo bara hent. Þannig að þú veist það næst hvenær þegar kemur til rýniskjala hvar vísjóðskjali hvar það til að því það bara geymt í vinnubókin. Já, það geymt í vinnubókin og oft bara verið að breyta aðeins texta þegar endurskoðaskjöl og svona flæðiritin sjálf og myndirnar oft miklu fastari heldur en textin sjálfur Þannig það mjög sjaldan sem þarf að opna vísjóðskjala. Og svo erum við líka að reyna að fara frá PDF-leið, við vorum með mikið skjölum mínu á PDF eins og við hægt í CCQ-nu og virkar bara vel. En og ég setti þetta meira og minna þannig í byrjun, en ég alveg markvisst að eyða öllum PDF og öllum þannig viðhengjum út. Set bara vísjóðsperlan eða myndirnar inn í ritilinn með mynd og með text á það líka. Þetta auðvitað svo rosalega mikið breytingarnar og lagfæringarnar. Og svo fæ ég líka þann auka plús sem ég uppgötvaði nú seinna að maður geta nota Google Translate. Og ef það erlendir aðilar í úttektum, þá geta þeir náð svona skilningum í skjölum með að nota bara Google Translate. Það ekki að þýða allt alveg í byrjun. Og það líka auðvitað rosalega að finna texta hluta inn í skjölum þegar maður leita að breyta nafn sem það þarf að breyta alls staðar. Ég skil. Mér skilst að límtrið sé okkar fremsti notenda hvað varar eignaskrá. Geturðu sagt maður aðeins frá því? Já, ég byrjaði bara ég var svona fyrkt eignakerfinu því ég var svona að leita að ég var búin að missa svolítið tökin á tækjaskránum í verksmiðjunum. Við erum svo mörg tæki og við erum skylduð til að halda mjög stífa skrá tækjur og viðhald út af framleiðsluvottorðunum. Og við erum skráðum í dag rúmlega 200 vélar og tækiframleiðslu og mikið af fasteignum og kerfinu tengdum og allt þetta það reglubundið viðhald og bílaskráningu og þetta alveg langir tossalistar alltaf hjá viðhaldsmönnum þeir að fara í. Og við erum líka til að skráðum 40 mælitæki myndverksmiðjur sem var á pappír og hún svolítið að missa tökin á því líka af því að það allt förðum. Og það var líka komið tíma að endurnýja samning viðhaldskerfi sem vorum með en við ákváðum bara að stökkva það og þá fyrir mín orð og ég fyrir tölvöra kaxlunni fyrir og stökkva frá eignakerfið. Segja upp viðhaldskerfum, flytja öll gögn niður. Það vantaði alveg slatt upp og þetta fullaði öllum þörfunum. Sérstaklega hvað var það skráning á bílunum, viðhaldi og breytingum tækjum, ferlum því tengdu til að halda svona yfirsýninni. Og hún bara í tölvöld mikla vinnu með ykkur og líka aðlaga þannig að það svaraði jafnvel eða betur okkar þörfum. Sem sérhæft í viðhaldskerfið gert og verður að segjast bara verður meira að það bara gengið mjög vel og það eiginlega mjög lítið stendur út af í dag. Þannig við erum farin að nota þetta alveg á fullum bara full force og við þarfum að stýra viðhalds og kvörðunarferlunum hjá. Áhugavert. Mjög áhugavert. Mér langar sérstaklega ræða við úttektir. Þú nefnir hér áðan að þið ekki ISO 9000 innvottu í dag en að stefna á því og það oftast talað innri og ytri úttektum. CE-vottun aðeins öðruvísi og krefjast eins konar önnur vottun eða úttekt. Viltu segja mig aðeins frá hvernig svo úttekt uppbyggt og hvað heitir hún? Já, og þetta rauninni CE-vottun hjá okkur hún rauninni ekki frábrugðin ytri ISO 9000 vottun, þetta alveg sömu elementin. Staðlarnir sem við þurfum að vinna eftir í þessum CE-vottunum sem við erum með náttúrulega sömu kafla og kröfur og kröfurnar sem snúa fram þessu skipulagi í ISO. Þetta getur nánast orðréttir upp úr ISO 9001. En það líka mikið að sérhæðum kröfum sem kannski sérstaklega snúa eftirliti og prófunum hérna innan hús. Og að mínum mati útlendar eftir þessum staðli sem við þekkjum eins og
CE-vottorðan límdri, hún mun nákvæmari og erfiðari en viðhaldsúttektir voru til eins og ISO 9001 og gríðarleg vinna oft í kringum þær. Sérstaklega í fyrstu þegar menn voru að þróa framleiðsluna og ná henni í hærri gæði, þá var þetta oft mjög þungar úttektir og stóðu í 1-2 daga. Þeir sem taka okkur út þar voru til að byrja með mjög tortryggni á þessar rafrænu handbók CCQ. Það var töluvert átak og þá var töluvert debate hvort við fengjum að halda úttektinni. Við skiptum bara á einu ári úr svona pappírshandbók nánast af gamla fókalkerfinu, það var allt í pappír líka og næstu úti þá mættu þau bara í rafræna handbók. Það var nú alveg á pól frá pappírshandbókum en þeir eru mjög sáttir í dag með útkomuna og hafa rauninni hrósað þessu hvað þetta kerfi þægilegt. Þeir hafa aðgang í kerfið bara eins og hver annar notandi og við getum sendið þeim þá bara linka í skjöl sem það breytt með smá skýringum hverju við breyttum. Það ekki alltaf að móka þessum pappír á milli. Og þau geta fylgst með nýjum konar skjölum og breytingum og annað slíkt. Hvað tekur svona úttekt langan tíma? Er þetta viku eða tekur dagar? Nei. Úttektin sjálf, það yfir svona, við höfum aldrei farið undir 8 tíma fram til síðustu úttekt og oft fer hún í 2 daga. Oft þetta 2-3 dagar á undan og undanfarið þetta verið 2-3 vikna vinna eftir úttekt. Og þetta íslenskur aðili sem kemur til ykkur og tekur þetta út eða? Nei, það engin notified body sem átaka okkur út samkvæmt þessum staðli. Hann engin til hér á landi og þeir eru til að fáir í Evrópu. Og það mun ekkert vera notified body nokkuð tíma til hér fyrir lítilframleiðslu á Íslandi. Það er bara ein verksmiðja, það er bara allt dýrt. Þannig eru teknir út af Norsk Teknisk Institute sem sendir engan mann 2 ári í viðhaldsúttektir. En byrju útlensk aðili og hér að streyma hér COVID-19. Hvernig var þetta gert núna, nýlega? Já, þetta stóð svolítið í þeim, sko. Þeir áttu að koma í júní og svo var ákveðið að fara bara í Teams úttekt og það gekk bara alveg lygilega vel. Þeir voru 2 í Noregi, 2 á Flúðum og 1 í Borgarnesi sem tóku þátt. Við vorum bara að undirbúa þetta alveg hellingsvægt, taka æfingafund og við erum búin að senda kröfur öll skjöl til dæmis sem tengdust ákveðnu framleiðsludegi þannig að það var búið að vinna heilmikla vinnu svona fyrir þennan fundið þegar loksins kom. Svo erum við bara meitt góðan farsíma tengdarinn á Teamsfundinn og hann var þeirra augu eða við vildu labba salinn og skoða skjöl og skoða undirskriftir og skoða útgáfur og allt það sem oft gert, skoða prófunarrými og hvort við værum að gera það sem við áttum að gera. Svo gott að fletta öllum skjölum inn í CCQ og farið yfir skjöl sem þau breytt og laga og hvað þeir vildu leggja meiri áherslu og annað slíkt. Þetta tók bara 4 klukkustundum. Wow. Það var aldrei farið undir 8 tíma áður. Þetta já, kostnaður við svona úttekt hjá okkur rosalega mikill og við erum ekki það stórt fyrirtæki og við erum að borga 3 milljónir á ári í þessar úttektir bara fyrir líndýrsverksmiðjuna. Og það ekki minna til einingaverksmiðjuna, þannig að það bunkast upp úttektarkostnaður. Þannig að ég myndi í framtíðinni vilja reyna að gera þetta svona, einhver leyti. Já, miðað við hvað bæði tíma og kostnaðarspari sem ég heyri hér í dag, heldurðu að þessa nýja leið hér til að vera eða hvað heldurðu? Já, við alveg tökum örugglega samræðuna við og sækjum að taka bara aðra eitthvað útgáfu og þeir eru alveg til í að taka allan að vetrarúttektina bara gegnum Teams, Við erum alltaf að tekja úttekt í desember. Já. Það oft verið algjört vesen, stundum verið ófærtingar. En þeim, sérstaklega úttektarmaður sem var að hann tók síðustu úttektina núna einmitt, það var Teamsfundur. Þegar hann kom hérna þá stoppar hann í viku til 10 daga. Það var hans sumarfrí að fara í úttekt á Íslandi. Já, ég skil. En kerfið sem sagt, hún náttúrulega á íslensku og hún líka á öðrum tungumáli en skjölin sjálf, ég held að þú nefnir það aðeins í viðtalinu en hvernig getur þau lesa ykkar skjöl? Eru þau skjölin á ensku eða eru þau með á íslensku eða hvernig er það gert? Kerfið sjálft keyrt á ensku og þeir náttúrulega eru norðmenn, þeir skilja íslenskunum nokkuð, þeir skilja alveg orð og þetta er náttúrulega mikið að tækna orðum sem þannig sjá alveg samhengið. En við höfum sendt öll kaflaheitin og öll skjalaheitin, þýðingar á þeim. Það dugir þeim að mörgu leyti, þá sjá þeir alveg skipulagið og annað slíkt. Svo erum við með eitt risastórt tengiskjal þar sem við mynda af verksmiðjunni og það
tenglar hún í hvert einasta skjal sem tengist ákveðin vel eða ákveðin framleiðslu eða ákveðin prófum þannig þeir fá alveg yfirsýnina. En ég veit, eins og þú veist, þá hefur við aðeins rætt að vera að fá meiri þýðingar inn, að geta verið með 2-3 tungumál í gæðakerfinu. Og það væri strax rosalega munur að geta verið með 2-3 heiti á hverju skjali. Því heitin er oft mjög lýsandi, þá vita menn hvað skjali fjallar og geta með bjarga með Google Translate. En endanlega sem maður myndi vilja sjá að geta verið með speklaðar handbækur. Að skjölin væri til í 2-3 útgáfum og maður getur þá skipt á milli tungumál. Ég taka kærlega fyrir að vera með okkur hér í dag og gangiði vel í framtíðina. Takk sem leiðis. Hlustendur, CCQ er snjallari lausn á leiðinni. Þetta er María frá CCQ Stundin.